Já, góðan daginn. Ég heiti sem sagt Kristín Helga og er heilsuhagfræðingur og ég er sem sagt ekki komin inn til að tala tæknina. Ég er komin inn til að tala heilsuhagfræði. Og það fyrsta sem ég oftast spurð þegar ég segist vera heilsuhagfræðingur hvað gera heilsuhagfræðingar? Hvað er heilsuhagfræði? Og í stuttumáli sagt, þá nota heilsuhagfræðingar hagfræðilegar aðferðir til að meta heilsutengd viðfangsefni og vandamál. Og Jón Heiðar hérna í markaðsdeildinni bað mig að koma og tala aðeins samfélagslegan ábata af því að hugsa heilsuna. Og ég ætla að þakka Jóni og markaðsdeildinni bara gott boð. En þetta viðfangsefni, samfélagslegur ábati, þetta ansi vítt viðfangsefni. Þannig að þar sem þessi fundur snýr að þeirri tækni sem okkur stendur til boða til að hugsa okkar eigin heilsu, þá ætla ég aðeins frekar að tala heilsuhegðun. Og hvað er heilsuhegðun? Í stuttumáli sagt, þá eru þetta bara allar okkar athafnir sem geta haft áhrif á heilsuna. Og það sem heilsuhagfræðingar hafa helst verið að rannsaka eru hlutir eins og matarvenjur, hreyfing, svefn og tóbaksneysla og áfengisneysla og slíkt. En áður en ég fer í að kynna það sem við höfum verið að skoða og þær tölur sem við búum yfir á Íslandi, hvernig Ísland að standa sig, þá langar mig aðeins að kynna það hvernig heilsuhagfræðingar hugsa heilsu. Og við hugsum aðeins heilsu sem einhvers konar vöru. Og það kannski pínu abstrakt hugmynd fyrir marga. En með því að hugsa hana sem vöru, þá getum við sett hana inn í hagfræði líkön og metið hana dálítið í peningalegum skilningi. Og ég ætla aðeins að útskýra það frekar. Ef við hugsum í grunninn að við fæðumst öll með ákveðnar byrðir af heilsu, heilsulagerinn okkar. Og í gegnum lífsleiðina þá erum við ýmist að fylla á þennan lager eða ganga á byrðirnar. Við það eitt að eldast erum við að ganga á byrðirnar. Við það að verða veik og slasast þá erum við að ganga á byrðirnar. En líka þegar við stundum einhverja heilsuspillandi hegðun. Og svo getum við sömuleiðis fyllt á byrðirnar. Og það gerum við til dæmis með því að borða hollan mat, hreyfa okkur reglulega, sofa vel, fara til læknis, fara til tannlæknis, taka lyf. Þannig að þetta grunnurinn að því hvernig við getum sett heilsu inn í hagfræðilíkun. Og ef ég tek þetta aðeins lengra, ég set hérna punktinn góð heilsa gulli betri og ég set spurningamerki við þetta. Og þá er ég að vísa í það að fólk talar oft að góð heilsa sé ómetanleg. Og það er þetta orð ómetanleg sem að ég er dálítið að setja spurningamerki við. Vegna þess að við þurfum eiginlega að geta metið heilsu í peningalegum skilningi. Af hverju? Vegna þess að við búum í heimi með takmörkuðum auðlindum. Og við þurfum að geta forgangsraðað því sem við eyðum peningum í. Og þetta hljómar kannski kaldranalegt og þetta er vissulega erfitt. En ef við hugsum það, þá erum við öll að gera þetta á hverjum einasta degi. Það er að segja að leggja eitthvað virði á okkar eigin heilsu, bara með ákvarðunum okkar og athöfnum. Og ef það væri satt að heilsa væri ómetanleg, þá í fyrsta lagi væri ekki til nein fræðigrein sem heitir heilsuhagfræði. Og mín innsýnin í máli í dag væri einskisvirði. En ef góð heilsa væri það verðmætasta í okkar veröld og það eina sem í raun skipti máli, þá myndum við líklega eyða öllum okkar tíma og öllum okkar peningum í að varðveita hana. En við gerum það ekki. Af hverju? Vegna þess að við fáum gleði og ánægju út úr alls konar öðrum hlutum.
ekki bara heilsunni. Við fáum gleði og ánægju út úr alls konar heilsu spillandi hlutum, til dæmis þegar við borðum óhollan mat. Þannig að athafnir okkar og ákvarðanir á hverjum einasta degi segja okkur eitthvað það hvaða virði við leggjum á heilsuna, meðvitað eða ómeðvitað, beint eða óbeint. Og það sem heilsuhagfræðingar vilja gera er að reyna að nýta upplýsingar þessar ákvarðanir sem við tökum á hverjum einasta degi og reyna að nýta þessar upplýsingar til að búa til einhverja skiljanlega mælikvarða svo að sé hægt að móta heilbrigðisstefnu til dæmis og ákveða hvað skuli setja í forgang í kerfinu. Og það sem tæknin gerir okkur kleift sem einstaklingum, þetta svo sniðugt, hún gerir okkur kleift að nýta okkar eigin upplýsingar okkar eigin hegðun og móta þannig okkar eigin heilbrigðisstefnu. Og ef við tölum síðan aðeins stærri myndina, samfélagslegan ábata, það í mörg horn að líta. Og ef við hugsum fyrst einstaklingin, þá hlýtur markmið hjá einstaklingi sem ætlar að breyta sinni hegðun að fá betri heilsu. Það hlýtur að vera hans fyrsta markmið. Og svo getur þessi betri heilsa síðan haft í för með sér alls konar peningalegan ábata líka, til dæmis minni lyfjaútgjöld og aukna vinnugetu. En ef við ætlum að hugsa samfélagslegan ábata, þá þurfum við að hugsa líka þann ábata sem samfélagið í heild fær við það að einstaklingar breyti sinni hegðun, vegna þess að mínar athafnir geta haft víðari áhrif en á bara mig sjálfa. Og ég nefni hérna þessa 3 punkta og þetta alls ekki tæmandi listi, þetta eiginlega óvinnandi verk að ætla að telja saman allan þann heildar samfélagslegan ábata sem hægt að tengja við betri heilsu. Ég nefni hérna heilbrigðiskostnað, það náttúrulega bara svona augljósasta kannski og beinasta dæmið þennan samfélagslega ábata af bættri heilsu að lækka heilbrigðiskostnað í kerfinu. Svo líka hægt að hugsa vinnumarkaðinn þar sem veikari einstaklingar þurfa líklega að taka fleiri veikindadaga, eru þannig kannski atvinnurekendum dýrir og það má líka alveg hugsa sér að veikari einstaklingar séu ekki framleiðnir í vinnunni. Og þetta eru krónutölur sem að skipta einstaklinga og fyrirtæki máli. Og ef við hugsum þetta aðeins lengra, þá getum við talað aðstandendur veikra aðila, því að þeir þurfa jafnvel líka að missa úr vinnu. Þannig að, eins og ég segi, þetta ekki tæmandi listi, en þetta eru dæmi það hvernig bætt heilsuhegðun getur haft áhrif á ýmsar samfélagsstærðir. Og ég ætla aðeins að kíkja núna bara hvernig við á Íslandi erum að standa okkur, hvernig staðan á Íslandi í dag. Og ég byrja fyrst að tala heilbrigðiskostnað og þá ég hérna með þessa mynd, þetta þróun á heilbrigðisútgjöldum hins opinbera og eins og við sjáum, þetta á föstu verðlagi, við sjáum að undanfarna áratugi hefur þetta farið vaxandi, fór nú aðeins lækkandi þarna eftir kreppuna, þá var minna lagt í heilbrigðiskerfi hjá okkur. En árið 2013 voru þetta 140 milljarðar cirka sem fóru í heilbrigðisútgjöld og þetta einn stærsti útgjaldaliður hins opinbera. Þetta cirka 7,5% af vergri landsframleiðslu og aðrir útgjaldaliðir sem eru að svipaðri stærðargráðu eru menntamálin og svo almannatryggingakerfið, velferðarkerfið. Þannig að það ljósta að það miklu að keppa hér að reyna að ná þessum útgjaldalið niður eða allavega að fá kannski meira fyrir peningana. Og annað sem áhugavert að skoða hvað við erum að nota af lyfjum.
Þetta eru hérna magntölur, þetta er ekki sölutölur, ekki krónutölur og ég setti nú þessa mynd hérna lyfjanotkun sem ákveðna vísbendingu sjúkdómsbyrði á Íslandi. Þetta er alls ekki fullkomin mælikvarði, það er bara ekki mjög aðgengilegar tölur til fyrir sjúkdómsbyrði. Við eigum fullt af tölum dánartíðni en ekki endilega hvaða sjúkdóma við erum að lifa með. En þetta gefur kannski einhverja vísbendingu það. Og eins og við sjáum þá er hæsta línan þarna fyrir hjarta- og æðalyf og við sjáum að það hefur skriðið upp á við undanfarna áratugi og ég sé tvo helstu möguleikana sem útskýring á þessari þróun. Í fyrsta lagi getur verið að þetta sé dæmi framfarir í læknavísindum. Vegna þess að dánartíðni af völdum hjarta- og æðasjúkdóma hefur farið minnkandi undanfarna áratugi. Þannig að það sé verið að ávísa svona mikið af þessum lyfjum getur þýtt að læknarnir okkar séu bara orðnir betri í því að meðhöndla hjarta- og æðasjúkdóma. Það er ein skýring. Önnur skýring sem ég get séð líka er að þetta sé ég vel bara afleiðing óheilbrigðs lífstíls. Að við séum orðin betri í því að halda okkur á lífi þó að við séum kannski ekki mjög heilbrigð. Næst ætla ég að tala aðeins bara heilbrigði og þetta eru mælikvarðar sem eru oft notaðir til að mæla heilbrigði í alþjóðasamanburði og það er sem sagt lífslíkur og svo gæði lífs. Það er kannski dálítið erfitt að mæla gæði lífsins en við eigum nokkra mælikvarða sem hægt er að nota til þess. Og þetta hér er samanburðarmynd fyrir Evrópuþjóðir, ég held að þetta hafi verið árið 2012. Þetta er sem sagt spá lífslíkur og heilbrigð lífár við fæðingu og Ísland er þarna litað gult neðarlega á myndinni og meðaltal Evrópu er litað blátt svona fyrir miðri mynd. Og við erum búin að heyra það náttúrulega reglulega í fréttum undanfarin ár hvað Íslendingar eru langlífir. Og það sést nú á þessari mynd. Bæði karlarnar og konurnar eru ansi langlífir í alþjóðlegum samanburði. Og ef við skoðum gráa partinn á súlunum, þá er þetta svokölluð heilbrigð lífár. Þannig að þetta er sá hluti ævinnar sem við getum búist við því að lifa í fullri heilsu, við fulla heilsu. Og fjólubláu parturinn á súlunum er sá hluti ævinnar þar sem við getum búist við því að lifa við einhverja skerðingu á okkar getu til daglegra athafna. Og við sjáum að við erum nú að gera eitthvað rétt í okkar heilbrigðiskerfi. Það eru margir mælikvarðar sem segja að við séum að standa okkur vel, þó að séu auðvitað margir sem segja hið andstæða. En við sáum að heilbrigðisútgjöld hafa verið að hækka, en það er kannski ekki aðalspurningin og aðalmáli sem við eigum að vera að hugsa heldur er það frekar hvað erum við að fá fyrir þessa peninga? Erum við að fá bætta heilsu? Erum við að fá lengri ævi? Erum við að fá betri ævi? Og við sjáum nú á þessari mynd að við erum að fá eitthvað fyrir peningana. Þetta er ekki alveg að fara ofan í vaskinn, þessi peningar sem við erum að eyða í heilbrigðiskerfið. En þetta er sem sagt kannski aðalspurningin sem við eigum að vera að spyrja okkur. Hvað erum við að fá fyrir peningana? Það er mikilvægt að peningunum sé eitt á skilvirkan hátt, þannig að við séum að fá sem mest fyrir þá. Og nú kemur að heilsuhegðun sem að tækin og tólin geta hjálpa okkur kannski aðeins með. Ég byrja fyrst að tala hérna matarvenjur og ofþyngd og offitu. Þetta er heilsuhegðun og flokkar sem Íslendingar eru nú ekki að standa sér neitt rosalega vel í, svona í alþjóðlegum samanburði. Hvað varðar matarvenjurnar, þá erum við að borða mikið af sætindum
og við erum að borða lítið af grænmeti og ávöxtum miðað við aðrar Evrópuþjóðir. Og sérstaklega eru kallarnir lélegir í að borða grænmeti. Ég held að við séum önnur neðst á lista í Evrópu á eftir Finnum og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því, til dæmis bara það að grænmeti og ávöxtir hjá okkur séu dýrari en annars staðar. Það geta alveg verið. Og svo hérna þetta ofþyngd og offita, þetta er sem sagt BMI-flokkunin, en fleiri og fleiri eru að færast í þessa hæstu þyngdarflokka á Íslandi. Síðustu tölur sem ég sá frá 2010 var að cirka 45% af þjóðinni eru samtals í þessum tveimur flokkum. Það er ansi hátt hlutfall. Og BMI-stuðullinn er vissulega ekki fullkomin mælieining, sérstaklega ekki á einstaklingsbasis. En ef við erum að hugsa samfélagið í heild, þá gefur þetta ansi góða vísbendingu það hvernig þróun hjá okkur er sem þjóð. Ég til dæmis tel það persónulega frekar ólíklegt að við séum alltaf að færast í þessa þyngri þyngdarflokka vegna þess að við sem þjóð séum að verða svo vöðvastælt. En það er að miklu að keppa hérna að reyna að minnka þessa prósentu vegna þess að það að vera í þessum þyngdarflokkum er talið gefa auknar líkur á öðrum sjúkdómum. Þannig að þetta er mikið keppikefli fyrir Ísland að færast neðar. En ef við komum svo að flokkum þar sem að við erum að standa okkur bara ansi hreint vel, þá er það í tóbaksneyslu til dæmis, þar sem að Ísland stendur sig mjög vel í alþjóðlegum samanburði. Þetta er nú ekki bara Evrópulönd, þetta er nokkuð alþjóðlegt þarna sýnist mér. Við erum þarna þriðju neðst á lista og trendið hefur verið niður á við undanfarin ár og áratugi og það má kannski þakka einhverjum svona forvarnarherferðum þann árangur, það geti vel verið. Og í alþjóðlegum samanburði erum við líka að standa okkur ansi vel í áfengisneyslu. Við erum þarna neðarlega á lista. En ég ætla aðeins núna að skipta gír, fara aftur í hagfræðina og kynna til sögunar uppáhaldspersónu okkar hagfræðinga, Homo economicus, sem er fyrirmyndaborgarinn. Þetta er fullkomlega skynsamur aðili sem tekur alltaf rökréttar ákvarðanir miðað við allar fyrirliggjandi upplýsingar sem hann býr yfir. Og ég segi nú hérna að hann sé sjálfhverfur og það er ekkert endilega meint í neikvæðum hætti vegna þess að hann er alltaf að miða að því að hámarka sína eigin ánægju og eigin nytjar, sem er hagfræði hugtak, en það er ekki þar með sagt að hann fá ekki ánægju út úr því að hjálpa öðrum og vera bara almennt góð manneskja. En þetta er sem sagt sú persóna sem öll svona grunnhagfræði líkön eru byggð upp á. En því miður fyrir okkur hagfræðinga þá haga sér ekki allir eins og fyrirmyndaborgarinn og gerir það dálítið erfitt fyrir okkur að koma mannlegri hegðun inn í hagfræðilíkun. En furðulegt nokk þá eru við mannskepnan, við erum frekar fyrirsjáanleg í því hvernig við tökum ákvarðanir og hvaða ákvarðanir við tökum. Við bregðumst almennt séð við utanaðkomandi hvötum eins og við að búast. Það sem er kannski helsta málið er þegar við erum að ræða fíkn eða skort á sjálfsaga. Það er ekki mjög rökrétt hegðun út frá hagfræðinni séð. Það til dæmis að við séum að eyða miklum pening í það að einhvern veginn fyrirbyggja okkar eigin gjörðir, til dæmis ofát. Mér finnst það ekki mjög rökrétt út frá hagfræðinni og Homo economicus myndi aldrei gera þetta. En það segir okkur líka það að
hagfræðilíkön þurfa að taka tillit til mannlegrar hegðunar og það erfitt en okkur alltaf við erum að batna í þessu að geta talið þetta inn í okkar líkön, þessa mannlegu hegðun og það bara gert með áframhaldandi rannsóknum. Og ef við komum hérna að síðan hvernig við breytum hegðun, þá þetta kannski meira tengt sálfræði heldur en hagfræði. En sálfræðingar hafa komist að því að þessir 4 punktar hérna séu svona lykilþættir í því hvernig við breytum hegðun. Og þetta skiptir hvað mestu máli ef við erum að reyna að breyta heilsuhegðun. Og nýjasta tæknin svo sniðug vegna þess að hún nýtir þessa sálfræði rannsóknir og reynir að spila inn á alla þessa punkta, reynir að breyta okkar hegðun með því að hafa áhrif á þessa þætti. En ég segi að við hegðum okkur óskynsamlega innan gæsalappa þar sem heilsuáhrifin kom ekki fram strax af breyttri hegðun og þetta náttúrulega bæði fyrir heilsuspillandi hegðun og heilsubætandi hegðun. Ef ég fer út að skokka núna þá mun hjart- og æðakerfið ekki fyrirgefa mig strax alla mína fyrirsyndir og það mun ekki koma fram strax bætt heilsa. En nýjasta tæknin og þessi upp og öll þessi snjalltæki, þetta svo sniðugt að það gefur okkur svona instant feedback. Þannig að það svona eiginlega eins og áminning fyrir okkur á að hegðun okkar hefur afleiðingar og minnkar þannig sjálfstjórnarvandann að einhverju leyti. En nú ætla ég bara að fara að loka þessu, ég geti talað endalaust það hvað væri miklu einfaldara ef við hegðum okkur bara öll eins og homo economicus. Þá getum við bara leyst þennan vanda. En við vorum að tala ýmsa leiðir til þess að heilsusamlegra líf geti haft áhrif á samfélagslegan ábata. Við töluðum heilbrigðisútgjöldin, töluðum vinnumarkaðinn, minni sjúkdómsbyrði. Því miður kannski engin krónutala til fyrir þennan samfélagslega ábata sem hægt að ná. Það væri mjög mikil einföldun að slengja einhverju krónutölu fram á svona stóru máli. En ég held að í staðinn ættum við að hugsa stóru myndina og spyrja okkur stórra spurninga. Hvernig viljum við að framtíðin líti út? Og svarið við þeirri spurningu ætti síðan að stjórna þeirri heilbrigðisstefnu sem tekin. Og ég persónulega sé mikinn mögulegan ábata í því að nýta upplýsingar hegðun einstaklinga og þar koma þessi upp og snjalltæki svo sterkt inn vegna þess að þær upplýsingar gætu gert okkur kleift að móta heilbrigðisstefnu sem tekur mið af raun ákvörðunum einstaklinga og tekur mið af því hvernig almenningur sjálfur kýs að lifa lífinu. Og eins og ég sagði, þá eru upplýsingar besta verkfærið til að taka ákvarðanir. Og með því að nýta slíkar upplýsingar tel ég að væri hægt að auka samfélagslegan ábata. Ég segi þá bara takk fyrir mig.